Hvað kostar ESB og hvað mun það kosta? Okkur sagt að atkvæðagreiðslan 29. ágúst snúist bara að kíkja í pakkan, kíkja í kaffi, sjá hvað í boði. Það hljómar einfalt og ódýrt. Okkur líka sagt að aðild að ESB kosti ekkert svo mikið. Það þannig þegar embættismenn ESB segja að Ísland muni greiða fyrir aðild Svartfjallalands? En kíkjum nánar á þetta tvennt. Stjórnvöld segja að aðildarviðræður kosti aðeins 2 milljarða króna. Það bara beinn kostnaður sem fellur á ráðuneytin og óbeinn kostnaður vegna vinnu stofnana á ráðuneyta ekki meðtalinn. Þetta líka miðað við að aðildarviðræður tæki innan við 2 ár en samt á að selja Ísland dýrt og fá allskyns undanþágur sem enginn hefur áður fengið. Síðan það fórnarkostnaður, það sem ekki gert á meðan til að vinna að umbótum og þjónusta almenning. Kostnaðurinn því án efa margfalt hærri en 2 milljarðar. Hvað myndi það síðan kosta okkur að fara inn í ESB? Ísland hátekjuríki og myndi því alltaf vera nettógreiðandi inn í ESB. Heildargreiðslur taldar geta numið 35 til 50 milljörðum króna, en hversu mikið kemur tilbaka í flóknum styrkjum óvíst. Ef miðað við Finna myndum við greiða hátt í 15 milljarða króna nettó. Við greiðum meira en við fáum tilbaka sem nemur 40.000 krónum á hvert mannsbarn á hverju ári. Þetta væri kannski kostnaðurinn þegar við gengum inn, en hvernig myndi hann síðan þróast? ESB hefur sífellt verið að færa át kvíarnar í ný útgjöld. Í COVID-19 kynnti sambandið stærsta efnahagsörfunarpakka sögunar sem eins og 60-föld landsframleiðsla Íslands. ESB hefur einnig nýlega farið að taka þátt í vopnakaupum. Það sem skiptir ekki síst máli hvert ESB og ESB-ríkin að stefna. Í frægri skýrslu Mario Draghi frá ESB beinlínis bent á að ESB hafi verið að dragast aftur úr og samkeppnishæfni farið minnkandi og 2 árum eftir útgáfuna hefur lítið sem ekkert breyst. Á meðan hefur samkeppnishæfni Íslands heldur farið batnandi síðustu ár. Það endurspeglast meðal annars í því að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn spáir 2,3% hagvexti að meðaltali á Íslandi næstu ár en 1,4% í ESB. Ef við horfum lengra til framtíðar dökknar myndin enn frekar. Þjóðir ESB mun eldri en við og verða það í fyrirsjáanlegri framtíð. Íslendingar líka að veldast en hér þetta gerast mun hægar. Þegar vinnandi hendur þurfa sífellt að halda upp í fleirum sem ekki á vinnualdri, þá það óhjákvæmilega mjög kostnaðarsamt. Ísland stendur því miklu betur að vígi. Ekki aðeins að aldurssamsetning Íslandi hagstæðari, heldur við miklu betur sett til þess að takast á við það. Við með vel fjármagnað lífeyriskerfi sem örfá önnur ríki búa við. Í öðrum ríkjum lífeyrisréttindi ófjármögnuð og fela í sér verulega skuldir fyrir komandi kynslóðir. Opinberar skuldir að viðbættum ófjármögnuðum réttindum 154% á landsframleiðslu á Íslandi. Einfalt meðaltal í ESB 368%. Hvernig ætli sívaxandi ESB, þar sem völdin sífellt að færast meira til Brussel, takist á við þetta? Þannig að eftir stendur þetta. ESB dýrt, bæði að fara í aðildarviðræður og að ganga inn. Og ESB að dragast aftur úr. Við segjum nei takk við því.